Dagur til hamingju. Ég er bara velupplagður leikur sem ég takið þá bara í íslenska liðið bara í fyrri hálfleik strax. Já, við fengum alveg frábæra byrjun í leiknum og markvarslan góð allan tíman. Unnum það einvígi og spiluðum nægilega góða sókn til þess að landa þessu. Rosa orka í liðinu og náttúrulega svakaleg læti í höllinni og mikill stuðningur, þannig að þetta var svona leikur með miklum látum. Já, þið fengur svona byr, svona fljótlega, 2-2 og held í 5-2, 6-2, þá kemur svona byrinn með ykkur. Já, alveg klárlega, af því að það var mjög mikilvægt að íslenska liðið búið að vera að spila með miklu sjálfstraustið og hefur gengið vel og við náðum þeim aðeins niður á jörðina strax og þegar þú lendir 3-4 mörkum undir í svona leika þá fara menn að hugsa mikið og hlutirnir gerast ekki alveg automatist, sko. Nei, og 8 marka munur í hálfleik og þá var náttúrulega fjallið orðið erfitt niður reknar. Já, en þú veist, við vorum bara 4 mörk yfir, sko, þannig að þetta var líka það, við þurftum að ná í mörk og þannig að ég var ekkert í rónni þannig það, sko. Og þið síðasta leikin eftir það er Slóvenarnir og þið verður náttúrulega að klára það verkefni til þess að allt gangi nú upp. Já, það er nú málið, sko. Við verðum að reyna að standa vaktina þar. Nú bara að koma drengjónum í svefn og hlaða batterín. Og þú fyrir Stúnvík tilbaka? Já, hann var nú aðeins á annarri löppinni, sko. Við vissum ekkert af því hvernig hann myndi. Við bara svona létum hann hitt upp og öllum að sjá og hann kom aðeins inn á. Þeir vorum einu fleiri. En gott að hafa hann í hópnum, hann er mikilvægur í því.